Í fyrra myndbandi skoðum við reglu hvernig við finnum samkurrás og topppunkt fleigbúa og nú komið að því að sanna þessa reglu. Reglan hljómar svona: fleigbúin y jafnt á ax plus bx plus c hefur samkurrásinn x jafnt á mínus b á móti 2 og topppunktinn t jafnt á mínus b á móti 2, mínus d á móti 4, þar sem d er jafnt á b jöru mínus 4 c. Og þetta þurfum við núna að sanna. Við byrjum á því að umrita jöfnuna. Það er að segja að við erum með þessa upphaflegu jöfnu, y er jafnt á ax jöru plus bx plus c, og við ætlum að nota ákveðna aðferðin, svo fullkomna ferningin til þess að umrita þessa jöfnu. Við byrjum bara með upphaflegu jöfnuna svona, y jafnt á ax jöru plus bx plus c, og fyrsta sem við gerum við hana er að við tökum a út fyrir svega en bara fyrir fyrstu 2 liðina, þessar sem eru með x í. Og a sinum x í öðru, það verður bara ax í öðru, þannig að fyrsti liður inn í sveganum er bara x í öðru, en til þess að við getum fengið út b sinum x, þá þurfum við að búa til broti b á móti a, þegar við erum búin að taka a út fyrir svega. Vegna þess að ef við myndum leysa út úr þessum svega, fengjum við a sinum x í öðru, sem er fyrsti liðurinn, og a sinum b á móti a, það myndi a styttast út, og það sinum x, og það gefur okkur b sinum x. Svo megum við ekki gleyma c-inu, það þarf að vera hérna fyrir aftan. Plus c. En næst ætlum við að fullkomna ferningin inn í þessum svega. Það er að segja við ætlum að bæta við auka lið og umskrifa hérna þannig að við getum búið til svega sem er í öðru veldi með því að nota ferningsreglu. Og þá lítur þetta svona út. Við erum áfram með a fyrir framann og x í öðru. En síðan þar segir alltaf við reglunni að við þurfum að hafa 2 sinnum fyrir liður sem er seinni liður. Þannig að við erum með 2 sinnum x. En til þess að útkoman sé b á móti a, þá þurfum við að hafa b á móti 2. Tvisturum verður að vera, en við þurfum að hafa þá b á móti 2 til þess að jafnvægið haldi, svo við séum ekki að breyta stærðinni með því að bæta við þessum tvisti hér. Síðan gengur aðferðin að fullkomna ferningin alltaf út á það að við tökum þessa stærð sem verður til hér og bætum henni við í öðru veldi. Og þá fáum við þessa stærð. B í öðru veldi deilt með 4a í öðru veldi. Það er að segja b fyrir annað veldi, 2 fyrir annað veldi og þá fáum við 4 og a fyrir líka í annað veldi. Þá fáum við þessa hennar stærð. Þetta er til að fullkomna ferningin. Nú, til þess að við getum nú haldið jafnvæginu, þegar við erum alltaf að tengja alla línurnar saman með jafntomerki hérna. Það þýðir að sérhver lína er jafn stór eins og línan á undan og línan á eftir. Þannig að þetta hérna merki þýðir að það sem stendur í þessari línu á að vera jafn mikið eins og það sem stóð í línunu undan. Og ef við bætum við þessum hérna lið, þá erum við búin að raska þessu jafnvægi. Þar af leiðandi þurfum við að draga hann frá aftur. Við gerum það fyrir utan svegan og b var í öðru veldi, þá drögum við það frá í öðru veldi og fyrir neðan strik, hérna í nefnarunum, erum við með 4a í öðru. En þessi hérna liður var allur inn í svega sem var margfaldaður við stóra a. Þannig að ef við myndum liða hérna, margfalda a eða aftur inn í, þá fengjum við b í öðru og við fengjum 4. En a í öðru veldi myndi styttast út, þar að segja að við myndum bara enda með 1a í fyrsta veldi. En annað veldi myndi styttast út á móti a-inu hér. Og þá endum við með þessa hérna stærð, sem er svo sem við drögum frá. Næsta þrepp hjá okkur er að taka allan þennan hérna svega og rita hann sem svega í öðru veldi. Þannig að samkvæmt ferningsreglu þá getum við sagt að allur þessi svíi hérna fyrir ofan, hann er jafnt og svíin x plus b á móti 2a í öðru veldi. Allur svíin er hérna í öðru veldi. Og ef við beitum ferningsreglu á þennan hérna svega til að liða hann, þá fáum við þennan hérna svega sem fyrir ofan. Þá skulum við líka umrita aðeins þennan hérna þessar 2 liði sem er hérna fyrir aftan til þess að reyna að koma þeim saman í eitt brot. Þannig að við skulum taka liðin hérna plus c og við skulum lengja hann með 4a. 4a móti 4a. Og
þá fáum við hérna 4ac mínus b móti 4a. Við erum búin að taka bara þetta c og lengja með brotinu 4a móti 4a. Ef þetta er mjög smátt hjá ykkur, þá skulle það til að stækka gluggan til þess að sjá þetta betur. Nú, næsta skref hjá ykkur er að við skrifum hérna svigan upp alveg óbreyttan aftur og við geta breyta honum núna. En núna sjáum við, hér var b í öðru veldi í mínus, neikvætt. Hér er hins vegar 4ac jákvætt í plús. Og við rifjum upp að d er b í öðru mínus 4ac, b í öðru jákvætt og 4ac neikvætt. En hérna er þetta bara akkurat öfugt, 4ac jákvætt og b í öðru neikvætt. Þannig að við breytum þessari hérna stærð allri í d, en að því að þessi hérna stærð er d með öfugu formerkjum, þá fer brotið hérna í mínus. Og þá erum við búin að umskrifa þetta eins og við þurfum. Tilgreinum að þetta sé það sem að d er jafnt og b í öðru mínus 4ac. Nú þurfum við að túlka þessa niðurstöðu, þessar umskriftir. Og nú þurfum við raun og veru fyrst og fremst bara skipta þessu yfir í 2 tilfelli. Þessi hérna stærð a, við vitum að hún er aldrei jafnt og 0. Vegna þess að ef a er jafnt og 0, þá er þetta ekki fleygbogi, heldur beinlína. En a hins vegar getur verið jákvætt eða neikvætt. Við vitum að þessi hérna stærð, hún breytist ekki neitt með x-inu. X-ið getur bara breytt stærðin á þessum sviga, en þessi hérna stærð fyrir aftan, hún er fasti og þó við breytum hérna gildinu á x, þá hefur það engin áhrif á þennan lið. Þannig að eina sem getur breyst í þessari jöfnu er þessi svíi hérna, hann getur breyst með x. Og þá getum við sagt það að ok, a er aldrei 0. Það getur verið jákvætt eða neikvætt en það er aldrei 0. Svíin hérna, hann er í öðru veldi. Og þá gildir svo regla að allar rauntölur eru þannig að ef við setjum þær í annað veldi þá fáum við annarkvort jákvæðatölu eða 0, en við fáum aldrei neikvæðatölu út úr því. Þannig að hvað sem að gæti verið komið út úr þessari stærð hérna, x plus b á móti 2, þá verður sú stærð aldrei neikvæð þegar búið að setja henni annað veldi. Þannig að þessi hérna stærð í heild sinni, svíin allur með öðru veldi, hann getur aldrei verið neikvæður. Og ef við tökum tölu sem er ekki neikvæð og margföldum við þetta a, þá hlýtur það að enda með sama formerki eins og er á a. Það þýðir þá raun og veru að það fer eftir gildin á a, hvað getur verið stærsta eða minnsta gildi hérna úr þessari stærð í heild sinni. Nú ef a er stærri 0, það er að segja ef a er jákvæð tala, þá vitum við það að þessi hérna stærð í heild sinni er aldrei neikvæð. Og ef hún er ekki neikvæð, þá getur hún aldrei, aldrei mínustala. Og þar leiðandi getur hún aldrei skilað okkur minni tölu fyrir y heldur en sem nefnir mínus d á móti 4. Þetta er minnsta mögulega talan sem getur fengið út úr þessari stærð ef a er jákvætt. Þá segjum við á sérst af jöfnunni að minnsta gildi sem y tekur er mínus d á móti 4. Getum ekki fengið minna gildi vegna þess að fyrirliðurinn hérna, hann er aldrei neikvæður. Ef við ætlum að taka þessa stærð og gera henni minni, þá þurftum við að draga eitthvað frá henni. Til þess að draga frá henni, þá þurftum við að bæta við stærð sem er neikvæð. En þessi stærð er aldrei neikvæð. Og hún verður, þessi við byrjuðum með og svo kom alltaf jafnt og þannig að við erum ennþá með hérna. Þetta er stærðin á þessi hérna. Og við fáum þessa hérna stærð, mínus d á móti 4, þegar akkurat þessi hérna svíi er 0 og hann verður 0 ef x er jafnt og mínus b á móti 2. Þegar þá erum við með bara mínus b á móti 2 plus b á móti 2 út úr því kemur 0. Og
þetta vitum við sem sagt að því að stærðin a sinnum svíin x pluss b á móti 2a svíi lokast í öðruveldi er aldrei neikvæð. Nú, með sama hætti getum við sagt að ef a er neikvæð tala, minni 0, þá sést að jöfnunni að stærsta gildi sem y tekur er mínus d á móti 4, þegar y jafnt og mínus b á móti 2, því stærðin a sem svíi x pluss b á móti 2 svíi lokast í öðruveldi er aldrei jákvæð. Það er að segja, ef a er neikvæð tala og svo margföldu við einhverja stærð sem er ekki neikvæð tala, þá hlýtur útkoman úr því að vera neikvæð eða 0. Og ef við erum með stærð sem er neikvæð eða 0, þá hlýtur hún alltaf að minnka útkomuna. Það er að segja, þessi hérna, við getum aldrei fengið neitt sem er stærri en þetta hér, ef a er neikvæð tala. Toppunktur fleygboðans er því t jafnt og b á móti 2, mínus b á móti 2, komma mínus d á móti 4. Þannig að út úr þessu höfum við séð að sama hvort a er jákvætt eða neikvætt, þá fáum við alltaf sama gildi fyrir y sem í toppunktunum og sama gildi fyrir x. Og þar alveg getur sagt að toppunkturinn sé svo sami. Þessi sama formúla fyrir toppunkturinn sama hvort a er jákvætt eða neikvætt. X jafnt og mínus b á móti 2 er lóðrétt lína gegnum toppunktinn og er því samhverfu ás hans. Þetta bara er samkvæmt skilgreiningu, af því að samkvæmt skilgreiningu er þetta bara þannig. Lóðrétta línunni gegnum toppunktinn nefnir samhverfu ás. Búið.